Fyrsta skóflustunga að nýju 60 rýma hjúkrunarheimili við Nesvelli í Reykjanesbæ var tekin síðasta föstudag að viðstöddum fulltrúum allra sveitarfélaga á Suðurnesjum og heilbrigðisráðherra sem mundaði skófluna með fulltrúum yngri og eldri kynslóðarinnar. Þetta eru ánægjuleg tímamót, eitthvað sem að Reykjanesbær og fleiri eru búin að bíða nokkuð lengi eftir. Já, síðasta hjúkrunarheimili hér við hliðina var opnað 2014 og við höfum í raun verið að banka á dyrnar með að fá fleiri hjúkrunarrými síðan þá og taka langan tíma. Við skrifum undir samningi og Svandís Svavarsdóttir hér í febrúarlok 2020 og síðan höfum við verið að undirbúa þetta og nú komum við að því að fara að hefja framkvæmdir hérna í sumar. Hvað geturðu sagt okkur svona aðeins framkvæmdina og framkvæmdarhraða? Þetta er 60 rýma hjúkrunarheimili. Við munum flytja 30 rými frá Hlévangi og hætta starfsemi þar, enda hefur Hlévangur þjónað þessu samfélagi vel í áratugi og fáum svo heimil til þess að bæta við 30 öðrum, þannig að verða 60 rými. Húsið stendur alveg sér en verður tengt þessu húsi eða núverandi hjúkrunarheimili með göngum neðanjarðar, þannig að það verður hægt að labba á milli og komast hérna í þjónustumiðstöðina og þá þjónustu sem er í boði hér í miðstöðinni. Þannig að þetta og það eru sömu arkitektar, THG, sem teikna, þannig að þetta verður stórglæsilegt og góða stað og nýjasta tækni í velferðartækni ýmiss konar á salernum og svona. Og framkvæmdarhraðinn við erum að horfa til síðari hluta árs 2024 að vera búið með þetta þá. Hvað mun þetta þýða? Nú er ekki, hvað getur það ekki kannski endalaus en mikil eftirspurn eftir plássum á hjúkrunarheimilum? Jú, það er mikil eftirspurn og hún alltaf vex í hlutfalli við þá staðreynd að íbúum fer hratt fjölgandi, fólk lifir lengur og þessi hópur stækkar eins og aðrir hópar í okkar samfélagi. Þannig að við þurfum ennþá meira og það kom hér fram í máli ráðherra áðan að ríkisstjórn Íslands er í stóru átaki núna að fjölga hjúkrunarrýmum landið verulega á næsta árum og við fögnum því og ég gerum nú ráð fyrir að við förum strax í að banka á dyrnar og biðjum annað því að þetta tekur langan tíma. Munu þessi 30 nýju rými sem sagt, fara strax í notkun heldurðu? Já, og vel það. Þannig að það er umfram eftirspurn í rauninni alltaf? Já, á hverjum tíma. Svo vitum við ekki hvernig það verður nákvæmlega eftir 2 ár þegar hjúkrunarheimili verður tekið í notkun, hvernig eftirspurnin verður þá, hvort hún verður meiri eða svipuð eða hvað. En við erum alveg viðbúin því að það þurfum við að halda svo bara áfram þessari uppbyggingu. En ánægjulegt? Já, frábært. Þetta er frábært skref og búið að bíða lengi eftir þessu og svo höldum við bara áfram.